Sturlungaöld var ekki heil öld, heldur nokkur áratuga tímabil á 13. öld, þar sem geisaði í landinu innanlands ófriður. Við getum eiginlega talað hreina borgarastyrjöld. 13. öldin að sjálfsögðu hefst þá árið 1200. Þá hafði verið byggð í landinu í það bil 3 aldir eða 300 ár og hér hafði verið búið til dálítið merkilegt samfélag, þjóðveldisskipulagið með stofnun Alþingis 930 og að því leyti var það merkilegt að hér giltu lög og reglur en það var engin miðstjórn, það var ekkert valdboð, það var ekki þjóðhöfðingi, það var ekki lögregla eða her. Það voru menn sjálfir, stórbændur og höfðingjar sem að tóku sér þau völd sem að lögin leyfðu þeim. Smám saman þróaðist það þannig að þetta varð að því sem við köllum goðaveldi og goðar voru þá höfðingjar í sínu héraði og eftir því sem að héruðin voru víðlendari og auðugri og mannfleiri því voldugri urðu þessir goðar. Á 12. öldinni voru Oddaverjar sem bjuggu á þeim parti Suðurlandsundirlendisins sem fyrir austan Þjórsá, voldugastir. Þar var bæði sá mikli mannfjöldi sem að gerði þá að stærstu höfðingjónum og þar að auki urðu þar mikil menntasetur. Sæmundur fróði sem að lærði mikil vísindi út í Evrópu kom heim og stofnaði menntasetur á Odda og barnabarn hans Jón Loftsson var auðugastur og voldugastur goðanna í landinu. Fyrir vestan Þjórsá þar var önnur ætt sem kenndi sig við Haukadal, Haukdælir og þeir tengdust mjög biskupssetrinu í Skálholti. Ættfeður Haukdalanna voru gjarnan kallaðir fyrstu Skálholtsbiskuparnir, Gissur og Ísleifur og annað biskupssetur var svo stofnað norðanlands í Skagafirði á Hólum í Hjaltadal og í kringum það og í tengslum við það þá urðu þeir mjög voldugir í landinu. Skagfirðingar voru kallaðir áspyrningar eftir sínum ættföður, hétu gjarnan Kolbeinn, nöfnin gengu svona aftur í ættunum. Vestur á landi var ætt í Breiðafirðinum og þar var foringi maður sem bjó að Hvammi í Dölum sem landnámsjörð Auðar Djúpbúku sem segir frá í Laxdælu. Þeir röktu ættir sínar mjög til Snorra goða Þorgrímssonar sem aðalpersonan í Eyrbyggja-sögu og á einhverjum stað í Sturlungu talað þessar slóðir sem fátækar sveitir, þá líklega í þeirri meiningu að þar var færra fólk heldur en í þessum stóru héruðum eins og í Árnesþingi þar sem Haukdælarnir réðu eða í Skagafirði þar sem að áspyrningar voru höfðingjar. En þessi ætt fyrir vestan undir forystu Sturlu Þórðarsonar eldri sem kenndur var við sinn heimabæ Hvamm í Dölum, hún endist á þessum tíma og þegar komið fram undir 1200 þá uppvaxnir 3 synir Hvamms Sturlu og hans konu Guðnýjar Böðvarsdóttur sem að smám saman urðu mjög voldugir hver í sínum landshluta. Þetta kannski ógnaði á einhvern hátt því valdajafnvægi sem verið hefði í landinu að goðarnir réðu hver sínu héraði. Þeir höfðu ekki verið mikið að troða illsakir yfir Þjórsá eða norður yfir Kjöl til Skagafjarðar, Haukdælarnir, en skyndilega eru uppkomnir 3 bræður sem að samanlagt ráða stórum hluta landsins. Á sama tíma það að gerast að konungsvaldið í Noregi farið að ásælast völd og áhrif á Íslandi. Mannfjölda hlutfallið milli Íslands og Noregs
var ólíkt því sem núna. Kannski var þetta, ef það byggu hérna 60.000 manns, það voru 200.000 manns þar. Það ekki 1 á móti 20 eins og síðar varð. Þannig að það var eftir töluvert mikla slægi, sem að það var ágætis velmegun í landinu. Við höfðum mikil tengsl við útland, hér var menningarlíf mikið og gott og jafnframt þá var kaþólska kirkjan í Evrópu var þá í hámarki sinnar valdastöðu í sögunni og kaþólska kirkjan ásamt konungsvaldinu farin að skipta sér æ meira af innanlandsmálum og farin að veðja, byrjuðu að fara að veðja á hvaða ætt og hvaða foringi væri líklegastur til þess að verða þeirra foringi hér á landi. Svona var staðan. Voldugustu ættirnar voru líklega Áspyrningar í Skagafirði á þeim tíma og svo Haukdælir fyrir Sunnalandi í Árnesþingi. Þaðan var stutt á milli yfir Kjöl að fara en vestur á landi var risin upp þessi ætt, Sturlungar.